Nú ætlum við að skoða frumtölur og frumþáttun. Frumtölur eru líka stundum kallaðar prímtölur, eru tölur sem einungis einn og talan sjálf ganga upp í. Einn er tala það sem einungis einn og talan sjálf ganga upp í, en þar sem einn er margföldunar hlutleysa, þá er einn ekki talinn með sem frumtala. Allar aðrar tölur sem ekki eru frumtölur eru samsettar sem kallað er, það er að segja þær eru búnar til sem margfeldi tveggja eða fleiri frumtalna. Við notum frumtölur þegar við erum að þátta og ég ætla að sýna ykkur eftir af hverju það getur verið gagnlegt að þátta svona tölur. Ég byrja á að deila, því að þegar við erum að þátta þá erum við alltaf að deila eða finna margföldun. Deila með lægstu frumtölunni. Ég prófa hér að deila með 2. Ef ég fæ út heilatölu þá gengur það, ef ég fæ út brot þá gengur það ekki. Ég vil finna deila þar sem að ég fæ heilatölu. Út úr þessu fæ ég 1155. Svo prófa ég að deila aftur, gengur 2, nei, þetta er oddatala. En gengur 3? Já, 3 gengur. Út úr því fæ ég 385. Gengur 2? Nei. Gengur 3? Nei. 5? Já, af því að talan endar á 5. Út úr því fæ ég 77. Gengur 2? Nei. Gengur 3? Nei. Gengur 4? Nei, 5 segi ég, nei. Gengur 7? Já. 11 sinnum og þar sem að síðasta talan er frumtala þá er ég stopp. Ég get aldrei komist lengra en þegar ég enda á frumtölu. Frumþættirnir eru þess vegna 2, 3, 5, 7 og 11. Talan 2310 er þess vegna margfeldi talnanna 2 sinnum 3 sinnum 5 sinnum 7 sinnum 11. Prófum 9009. Gengur 2? Nei. Gengur 3? Já. 3 gengur og þá fáum við 3003. Gengur 2? Nei. 3? Já. 1001. Gengur 2? Nei. 3? Ekki heldur. Og ekki 5. En 7 gengur. Og hér gengur engin frumtala fyrir en bara 11. Út úr þessu fæ ég 13. Frumþættirnir eru þess vegna 3, 3, 7, 11 og 13. Og margfeldið er þá 9909 er 3 sinnum 3 sinnum 7 sinnum 11 sinnum 13. 9929. 2 gengur ekki augljóslega því þetta er sléttala. 3 gengur ekki heldur. Þetta er mjög einföld regla hvernig við getum fundið mjög hratt hvort að 3 gengur upp í tölu. Þá leggjum við saman töluna, finnum þversumuna. 9 + 9 + 2 + 9. Út úr því fæ ég 29. Ef ég fengi út tölu sem 3 gengur upp í, ef ég til dæmis fengi 30, þá gengur 3 upp í þessa tölu. En 3 gengur ekki upp í 29. Þar af leiðandi gengur 3 ekki upp í þessa tölu. 5 gengur ekki heldur og ekki 7 og ekki 11, ekki 13. Og ég er reyndar búinn að prófa ansi margar frumtölur og ég veit að þetta er frumtala. En hvað þarf ég að prófa lengi? Þarf ég að prófa alveg upp í 9929? Nei, ég þarf að prófa allar frumtölur upp að ferningsrót eða kvadratrót tölunar. Því leiðu ég kon upp fyrir kvadratrótina þá er ég farin að endurtaka mig því að margfeldið, ef ég finn eitthvað margfeldið þá er það alltaf lágtala á móti hárri tölu. Þannig að ég finn háutöluna, þá er fann að prófa háutölunar, þá er ég bara að finna lágutöluna sem ég er búinn að prófa. Þannig að hér er kvadratrótin tæplega 100. Þannig að ef ég ætla að prófa mig áfram og finna að þetta sé frumtala, þá þarf ég að prófa mig alveg upp í allar frumtölur upp að 100. En ég ætla ekki að fara eða tími það núna. Við áttum að tekna mengjamynd fyrir þær tölur sem eru ekki frumtölur. Þá teknum við 2 svona hringi. Og í öðrum þeirra er talan 2310 og í hinum 9009. Ég byrja á að sjá hvað er eins. Hér er 3 og 3. Þá ger ég 3 í miðjuna því þetta er það sem er sameiginlegt. Ég tekna bara 1 3 fyrir hverja
7 og 7 og 11 og 11. Þá er 13 eftir hér og 3. Þetta hér og þetta hér og 2 og 5 hér. Svona mengjamynd nota ég í tvennu tilgangi. Í fyrsta lagi til þess að finna stærsta sameiginlega þáttinn. Það er miðjan hérna. Þessar hérna tölur. Þannig að stærsti sameiginlegi þátturinn er 3 sinnum 7 sinnum 11. Svo fæ ég eitthvað út úr því. Svo get ég líka fundið minnsta samnefnara, segi ég. Ef þetta væri til dæmis brot, ef ég væri að leggja saman brotin 1 á móti 2310 pluss 1 á móti 9009, þá myndi ég þurfa að finna samnefnara. Það ger ég með því að margfalda saman allar þessar tölur. Það er að segja 2 sinnum 5 sinnum 3 sinnum 7 sinnum 11 sinnum 3 sinnum 13. Ég fæ út ólega stóra tölu, ég ætla ekki að gera það núna. En þið passið að telja bara hverja tölu einu sinni. Þið munið að þessi þristur stóð fyrir 2 tölur hérna, en við gerum hann samt bara einu sinni. Og svona finnum við samnefnum, þá vitum við hvað við þurfum að lengja brotið mikið til þess að komast að þessari tölu. En þá er þessu lokið.